Íslandi er ein mest vaxandi íþrótt landsins. Á aðeins 5 árum hefur kylfingum fjölgað 10.000 og eftirspurnin hefur aldrei verið meiri. Hvernig líta gólfviðburðir út á Íslandi í dag og hvaða áhrif hafa þeir á samfélagið? Í þessu verkefni skoðum við gólfviðburði á Íslandi út frá sjónarhorni viðburðastjórnunar. Golfið, sem á íslensku heitir höggleikur, á uppruna sinn að rekja til Skotlands. Yfirvöldum þóttu menn eyða of miklum tíma í skemmtanir eins og golf og fótbolta í stað þess að æfa sig í bogfimi og þessar íþróttir voru því hreinlega bannaðar með lögum. Golfið barst til Íslands snemma á síðustu öld eða á 3. áratugnum í gegnum Bretland og Danmörku, þar sem Íslendingar kynntust íþróttinni. Þessir Íslendingar komu síðan heim með íþróttina 1930 og í kjölfarið var fyrsti golfklúbbur Íslendinga stofnaður, Golfklúbbur Íslands, þann 14. desember 1934 og var fyrsti golfvöllurinn lagður í Grafarholti. Almennu golfmótin eru opin kylfingum sem eru skráðir í golfklúbb á Íslandi og hafa löglega forgjöf. Þetta eru ýmist styrktarmót, minningamót eða fyrirtækjamót. Markmiðið er ekki aðeins keppni heldur félagsleg skemmtun. Algeng leikform eru til dæmis punktakeppni og Texas Scramble þar sem spilað er í liði, ýmist 2 eða 4 saman. Klúbbamótin eru haldin innan golfklúbba og er stór hluti af starfinu. Þau eru notuð til að kenna nýliðum keppnisreglur og kynna þeim félagslega viðburði. Stærsti viðburður ársins hjá flestum klúbbum er meistaramótið, þar sem félagsmenn keppa í sínu forgjafaflokki í 3 til 4 daga, fer allt eftir forgjöfinni. Auk þess eru fjölbreytt mót eins og liðakeppnir, fjölskyldumót og mótaraðir sem standa yfir allt sumarið. Þessi mót styrkja tengsl félagsmanna og er stór partur af menningu innan klúbbanna. Afreksmótin eru fyrir bestu kylfingana og eru skipulögð af Golfsambandi Íslands í samstarfi við klúbbanna. Þar er keppt í mótaröðum, holukeppni og Íslandsmóti í höggleik. Árangur á mótum er skráður í alþjóðlegan stigalista sem getur haft áhrif á tækifæri kylfinga varðandi nám erlendis eða atvinnumennsku. Þessi mót eru fyrir 14 ára og yngri, 15 til 18 ára, bestu kylfinga landsins og öldungaflokka. Það fer gríðarlega mikill tími í að skipuleggja þessi mót og þá sérstaklega Íslandsmótið, en það er alltaf í beinni útsendingu. Slá þetta högg á móti þéttum vindi og þetta gerir Heiðar Snær gífurlega vel. Höggi hér í beinni útsendingu. Hér má svo niðurstöður okkar við greiningu á golfviðburðum á Íslandi. Þátttakendur. Golf er íþrótt fyrir breiðan hóp, hvort sem horft til aldurs eða getu. Það hallar aðeins að þátttöku kvenna þó svo að hlutfall kvenna hafi verið að aukast töluvert undanfarin ár. Landfræðileg dreifing. Flestir kylfingar eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Hins vegar er golf einnig sterkt á landsbyggðinni og flest mót eru haldin á Suðurlandi en eru víðs vegar landið. Tímabilið. Golf er að mestu leyti stundað á sumrin en flest mót fara fram á tímabilinu maí til ágúst. Hins vegar hefur vetrartímabilið breyst mikið með tilkomu golfherma, hvort sem horft til æfinga, leiks eða keppni. Í dag geta kylfingar keppt, æft og tekið þátt í mótum allt árið kring. Tæknin hefur haft mikil áhrif á þróun gólfviðbragða.
Golfbox eða mitt golfforritið sem kerfi sem heldur utan skráningar, skórkort og úrslit í rauntíma hefur breytt þjónustu og upplifun kylfinga og áhugamanna. Kerfið hefur gert allt skipulag skilvirkara og aukið gegnsæi fyrir bæði keppendur og mótshaldara. Sömuleiðis hafa golfhermar opnað nýja möguleika þar sem hægt að halda mót innandyra og jafnvel taka þátt í erlendum mótum. Erlendis hefur verið búin til leikvangur sem býður upp á alla tækni golfsins á einum stað. Nýjasta mótaröðin heitir TGL og var stöfnuð á Tiger Woods og Rory McIlroy. Þarna spilað í sérhönnuðum hermi með raunverulegt pútsvæði. Þetta liðakeppni en ekki einstaklingskeppni. Svotgreining. Í svotgreiningunni lögðum við mat á styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri. Styrkleikarnir eru til að mynda mikil aðsókn og áhugi og gott skipulag sem tryggir þátttöku allra kylfinga. Veikleikarnir eru hvað helst skortur og aðstöðu og álag yfir sumartímann. Tækifærin liggja hvað helst í enn frekari þróun á golfhermum. Helstu ógnanir eru veðurfar og lítill möguleiki til vaxtar á höfuðborgarsvæðinu. Hagaðilar. Golfviðburðir snerta marga hagaðila eins og kylfinga, klúbba, sambandið, fyrirtæki og sveitarfélög. Samvinna þessara aðila skiptir miklu máli til að ná að sinna öllum þessum fjölda kylfinga. Niðurstaða. Golf á Íslandi í miklum vexti og hefur orðið mikil aukning á fjölbreyttum golfviðburðum, samhliða því faglega og fjölbreytta starfi. Á sama tíma hefur þessi vöxtur skapað áskoranir og þá sérstaklega hvað varðar aðstöðu og skipulag. Það því ljóst að framtíð golfíþróttarinnar mun ráðast af því hvernig tekst að halda jafnvægi á milli þessara aukningar og uppbyggingar. Samfélagsleg áhrif. Golf styrkir félagsleg tengsl og hvetur til reglulegra hreyfingar. Samkvæmt Steini Baugi Gunnarssyni, íþróttafræðingi, þá getur golf jafnvel talist sem heilsu auðlind þar sem það sameinar hreyfingu, útivist og félagslega þátttöku. Efnahagsleg áhrif. Golf skapar einnig tekjur fyrir klúbba, fyrirtæki og ferðaþjónustu, stór mót laða að áhorfendur og styrktaraðila og hafa jákvæð áhrif á atvinnulífið. Golf á Íslandi ekki aðeins íþrótt, heldur mikilvæg þáttur í samfélaginu sem býr til upplifun, bætir lýðheilsu og hefur gríðarlega mikil efnahagsleg áhrif í samfélaginu.